Takk fyrir þetta, gaman að fá að vera hérna með ykkur í dag og búið að vera athyglisvert að hlusta á þá sem hér hafa talað. Ég datt nú í hug meðan Illugi var að tala að vitna í Winston Churchill sem sagði þegar hann var beðinn að skrúa niður aðeins styrki til menningar í stríðinu, svo að vera að gera fleiri sprengjur, þá sagði hann til hvers í fjandanum erum við þá að þessu öllu. Og ég fannst það helviti gott, sko. Og þetta líka finnst mér resonera á margan hátt inn í það sem við erum að gera í menningunni, og að því að menningin eins og við öll vitum verður náttúrulega ekki alltaf metindi fjár og á alls ekki að metast þannig. En hins vegar sko er líka gaman að vera einmitt í því hlutverki að vera að reyna að búa til betri business fyrir það sem ekki er hægt að meta til fjár. Mér er þetta skemmtilegt, nánast svona catch-22 sem maður segir í íslensku. Mér varst mjög gaman að vera bóðið að koma hingað og tala vegna þess að ég er búin að vera mikið að spá í þessa hluti sjálfur eftir ég byrjaði hjá Útón, því að ég var náttúrulega fram að því sjálfstætt starfandi tónlistarmaður frá 1987 það bil. Miklu fyrr í rauninni, sko. Ég gerðist atvinnutónlistarmaður 1987, ég ætla að segja ykkur betur á því á eftir, en þú fyndið þegar Ólafur hendi með nokkrum spurningum svona til að tækla, meðal annars hvenær verður listgrein að atvinnugrein, og ég fór að velta þessu mikið fyrir mér vegna þess að ég fór að tékka á hvort það væri til einhverjir stuðlar yfir þetta, og tékkaði meðal annars hringdi meðal annars síðan Ragnar niður í Hagstofu, og Ragnar svaraði svona skemmtilega véfréttarlega, já þá var nú kannski nær að spyrja hvenær atvinnugrein verða listgrein, og því að það er rauninni ekki til neinir mælikvarðar, sagði hann, yfir þetta, sko. Það eru til staðlar, en það er rauninni hvergi til, að hans mati eru allar listgreinar sem eru öflugar, þar eru jú atvinnugreinar, og því að margir hafa af þeim atvinnu, og vorum að grínast með þetta í frekara samhengi, einmitt með pólitíkusa, til dæmis að er pólitík atvinnugrein? Það er góð spurning. Jú, við myndum flest segja að pólitík væri atvinnugrein. En til dæmis í Sviss er pólitík ekki metin sem atvinnugrein. Að því pólitíkus í Sviss megi ekki vera á launum frá ríkinu. Heldur verða að gera þetta sem hobby hálfgert, eða vera að funda af einhverjum öðrum á annan hátt, sem ég þykja ansið sniðugt. Nánast eins og í Bandaríkjunum. Það sem pólitíkus eru jú fundaðir yfirleitt á einhvern annan hátt, heldur en kannski beinlínis frá fólkinu. En þetta eru skemmtilegar filosófískar spurningar listgreinar og atvinnugreinar. Mér langaði reyndar, sko, að því að íslensk tónlist er mjög öflug atvinnugrein, og til þess að skilja betur aðeins hvað ég meina með því, að þá langar mig nú að flytja fyrir ykkur smá, er ég búin að undirbúa nokkra glærur, en líka fann ég ansi athyglisvert vídeó sem ég langaði til að sýna ykkur, sem ég reyndar, sko, ég kann ekki á PC. Ég er svo tæknifallaður. Hvar finn ég vídeóið, heldurðu, sem þú færð, sko. Árið 2013 héldu íslenskir tónlistamenn 1390 tónleika erlendis fyrir 500.000 aðdáendur sem samtals greiddu 2,2 milljarða í aðgangseyri. Á Google leita jafnmargir upplýsinga Ísland og of Monsters and Men. Íslenskt tónlistafólk á samband við yfir 15 milljónir aðdáenda á netinu. Íslensk tónlist hefur verið leikin 150 milljón sinnum á YouTube. Árið 2013 kom út 2000 ný íslensk lög og 150 íslenskar plötur. Á Íslandi voru daglega 40 íslenskir tónlistaviðburðir að meðaltali árið 2013. Tónlist íslenskra höfunda hljómar í tölvuleikjum, stórmyndum, sjónvarpsþáttum og í auglýsingum margra stærstu fyrirtækja heims. Á
Árið 2013 var áætluð velta af ferðamönnum sem komu til Íslands á tónlistartengda viðburði, samtals 3,7 milljarðar. Íslensk tónlist, hagur okkar allra. Flott, þetta svona, jöfis, tækninni maður, æðislega tækni. Sko, ég byrjaði að spila tónlist mjög snemma og þegar ég var 18 ára þá var ég meðlimur í hljómsveitinni Þeir og byrjaði þá að fara í tónleikaferðir í fyrsta sinn. Ég leit aldrei á mig sem atvinnumann í tónlist, mér langaði til að verða það. En ég var alltaf í annarri vinnu meðfram, vann í skógræktinni og alls konar bauki. Og gerist atvinnumaður og síðan í framhaldi af því fer ég að vinna með hljómsveit sem heitir Kukl og þá fór ég að vinna með konu sem heitir Björk og allir þekkja, þarf ekki frekar að kynninga við og við fórum byrjuðum að útvíkka okkar tengslanet í rauninni. Ég segi ykkur þess að sögu bara vegna þess hvernig ég hugsa þessi tengslanet og hvernig þetta tengist viðskiptahlið listana, sérstaklega hvað tónlistina varðar. Við byrjum að víkka út okkar tengslanet í Evrópu, fáum útgáfu hjá breskri útgáfu á Kuklplöturnar, byrjum að spila í Evrópu og það verður til alltaf tengslanet hjá okkur sem síðan þróast yfir í það að við gefum út sigurmóluna. Sigurmólarnir áttu reyndar að vera svona djókband til að búa til peninga fyrir kollektiv sem var kallað Smekkleysa og var í rauninni svona lista umbrella fyrir tónlistarfólk og ljóðskáld og mættust þarna í þessum hópi alls konar fólk sem síðan ákvaða að búa til popband til að búa til pening fyrir þetta kollektiv og þá var til svona popband sem var kallað Sigurmólarnir og okkur fannst þetta allir múið að fyndi við komum úr svona avant punkböndum hér og hvar og ykkur voru ljóðskáld og svona í bandinu og þau lítið eða minna spilað tónlist en það var til þessi skrýtna músík sem var hér Sigurmólarnir og þetta sprakk svolítið út. Við fengum stóra samninga erlendis og allt í einu voru orðin svona atvinnufólk í tónlist og þetta árið 1987, þá var ég að vinna hjá góðu fyrirtæki hér í bæði sem heitir Miðlun og vann við það að lesa blöðin á hvernig degi, flokkaði upp eftir efni reyndar, en það var mjög skemmtileg vinna og ég hafði mjög gaman að þessu. En ég þurfti að taka þarna ákvörðun hvort ég ætlaði að vera atvinnu tónlistarmaður og merkilegt nokkuð þá verður svolítið erfið ákvörðun af því að það var erfitt, ég hafði engin fordæmi fyrir því að Íslendingar væru mikið atvinnu tónlistarmenn. Ég fannst þetta einhvern veginn ekki vera atvinnuvegur. Og svo ég líka skítrættur við að þetta yrði atvinnuvegur, þá yrði þetta hundleiðilegt. Sem annar góður punktur. Að því þess að Illugi myndist á þann að þá afskaplega skemmtileg, eins og ég líti á það, þá afskaplega skemmtilegt tónlistarsamfélag á Íslandi. Það ekki mikil tónlistariðnaður. Við erum svolítið að reyna að búa til tónlistarvísi að betri tónlistariðnaði fyrir það sem ég kalla mjög skemmtilegt tónlistarsamfélag. Og það er smá tvist í þessu núna, sérstaklega, ég búin að vera að spá í þetta í mörg ár, vegna þess að þegar ég hætti að vinna með Sigurmólunum og við vorum með fyrirtæki utan það sem við gerðum, við stofnum Smekkleysu og svo gerðum við rekstrafélag utan Sigurmóluna sem hét Hugleysa og svo túruðum við allan heiminn og gerðum plötur í 4 ár og þá ég var alltaf að spá í þetta hvað þetta væri öðruvísi heldur en að vera einu atvinnu tónlistarmenn sem ég þekkti á Íslandi voru annarkvort kennarar í symfóníunni eða voru að spila á sveitaböllum. Þannig að ég var að spá í hvað gerist nú þegar maður hættir þessu flakki heiminn og Björk fyrir að gera sólóferilinn sinn, hvað gerum við þá? Og þá var ég búinn reyndar að stofna undir lok Sigurmólana, þá var ég búinn að stofna svona grínband með nokkrum vinnum mínum sem ég heit Bókumíl Font og Millinamerikanir og við vorum að spila svona eldgamla músík, vorum að grínast með það væri hægt að spila jazz á böllum. Þetta þótti okkur mjög fyndið í þá daga og reyndar fórum og gerðum tilraun og hún virkaði, við komumst upp með að spila jazz á böllum og þeir sem voru að dansa eftir jazzinum okkur á böllum þeir föttuðu aldrei djókið, ekki á sama hátt og við. Það unni aukaatriði algjört, en það hefur samt með markasetningu að gera og smá pælingi samt með markasetningu, en ég var þá að spá í þetta hvernig umhverfið væri allt öðruvísi á Íslandi heldur en alþjóðlegt umhverfið, því að Íslendingar voru ekkert, engin okkar frátöldu Sigurmólunum og reyndar Messofortið aðeins á undan okkur hafði reynsla því að vinna mikið alþjóðlega í poptónlistargeiranum.
fyrir utan kannski Garðar Hólm og einhverja fleiri óperusöngvara. En þá líka var ekkert stuðningsumhverfi fyrir þetta. Akkurat ekki neitt. Við nefnilega kom undir lok ferilsíkumóluna, þá voru okkur boðið að koma á og hitu fyrir U2 í Bandaríkjatúr og okkur langaði að gera það líka sem svona kveðjutúr fyrir okkur sjálf. Þetta var mjög skemmtilegur og góður vinahópur. Þó svo að Björk hafi ákveðið að fara að gera sólóferila, þá voru allir svona, við höfum séð það koma í langan tíma. Þannig okkur langaði að gera svona lokatúr, og við vorum líka með samninga erlendis sem við þurftum að uppfylla og kynna almennilega síðustu plötur okkar. Þannig að við vorum að leita að fjármagnin til að geta farið á túr með U2 og reyna að finna eitthvað starf styrk frá banka eða eitthvað og það vildi enginn styðja þetta tómtrugl og en þetta bara hugafarið var allt annað, það var ekkert batteri til og engin pælingi þessa átt sko. En þá var sem sagt skrifstofan mín á sviðinu aðalega, en nú hefur ýmislegt breyst með því að ég reyndar fer ekki að vinna við annað heldur en trommusettið og músíkina fyrir 2012 að ég tek við hjá Útón og þá byrja ég svona að pæla í ýmsum öðrum hlutum og hugsa þetta út frá öðrum forsendum af því að tónlistamenn iðulega eru mjög einbeittir í því eins og margir aðrir listamenn að búa til list og hafa iðulega ekkert sérstaklega áhuga á viðskiptum sem slíkum og yfirleitt meiri segja í okkar tilviki með sigmálana þó svo við hefðum nú gaman að því að bauka og paufa í þessu að þá var þetta þannig að þá nú yfirleitt komið til okkar þó svo við verðum náttúrulega duglega að koma okkur út en þá var þetta svolítið þannig við vorum ekkert mikið að vinna í því að koma okkur á framfæri við vorum reyndar svolítið heppin að vera á réttum stað og réttum tíma og það mjög ríkt element í markaðssetningu á tónlist og í tónlistargeiranum sem slíkum að vera á réttum stað og réttum tíma og hitta á rétta staði á réttum tíma og þessi stærstu success-stögur Íslands í útflutningi á tónlist eins og tökum sem dæmi bara Monsters and Men, núna nýjasta dæmið að þau eru svolítið á réttum stað og réttum tíma og ná að vinna með rétta fólkinu á réttum tíma til þess að hlutinni gangi upp hjá þeim. Þetta nokkuð flókið ferli en það ýmislegt hægt að gera í sambandi við viðskipti með tónlist og útflutning sem við höfum verið að þróa á síðustu árum sem lítur ekki að beinlinis þess að vera réttum staður réttum tíma og ekki heldur að meika það stórt heldur að búa til umhverfið þar sem fleiri geta haft atvinna því sem þeir eru að gera og að þeirri sköpun sem þeir eru að framkvæma og þetta í rauninni filosófía sem á miklu meira skylt við sprotafyrirtæki heldur nokkuð tíman sko list sem slíka og það sem við erum að gera mikið í dag að það að skoða þetta út frá þessum forsendum eitt af því sem hefur valdið okkur svolítum erfiðleikum hins vegar það hvað lítið til af hagtölum í geiranum hinnar svokallaði skapandi greinar sem við föllum undir sem ég finnst reyndar ekki góð skilgreining því að margt í atvinnulífinu er afskaplega skapandi hvort þó það heyri ekki undir listgreinar að þá mjög erfitt fyrir okkur í listageiranum að fá hagtölur fyrir það sem við erum að gera vegna það listageirin illa lagaður að hagfræði og passar illa inn í þessi box sem búið að búa til utan mælingar á hagtölum vegna þess að mikið á okkur listamönnum eru ekki beinlínis endilega eins og ég sagði þaðan í fullri vinnu við það sem við erum að gera stundum er fólki að gera annað í leiðinu og þetta mjög svona getur verið mjög flókið dæmi að ná utanum eins og hann Ragnar á Hagstofunni hefur minnt mig á aftur en einu sinni ég átt nokkuð mjög skemmtileg samtölu við Ragnar á Hagstofunni þetta svona hringi oft í hann ef mér leiðist þá síðan þetta spurningum sko, eins og ég sagði á hann hvenær verður listgreina listgrein þetta svolítið svona teygjanleg hugtök en það samt gaman að velta þessu fyrir sér til langs tíma eins og Illugi var að tala að það ekki sko honum finnst að ríkið eigi ekki að styðja við listir vegna þess að þær séu að skila hagnaði honum finnst ríkið bera skylda til að styðja við listir og listgreinar vegna þess að þær séu nauðsynlegar fyrir þjóðlífið og ég sammála með það en hins vegar sko
var til langs tíma mjög erfitt að fá stuðning innan úr kerfinu við eitthvað annað heldur en klassíska músík og það það sem ég kallaði elitískt hugafar gagnvart tónlist og þetta hefur sem betur fer mikið breyst á síðustu árum og nú eru komnir ýmiss konar sjóðir og eins og Illugi var að tala um áðan hinn nýji hljóðritasjóður kominn einmitt vegna þess að fjárfestingar í upptöku á tónlist bókstaflega hafa hrunið á síðust árum vegna þess að þó að Spotify sé brilljant neytendaformat og ég nota það sjálfur, nota bene að þá það svolítið erfitt að kreista út úr því pening fyrir tónlistamenn sem að setja tónlistina sína þar inn nema hún sé spiluð rosalega mikið sem þýðir það að Spotify ekki að fjárfesta beinlínis í upptökum á nýrri tónlist ekki svo gömlu plötufyrirtækin gerðu gamla módelið sem hefur verið að breytast mjög mikið það fjárfesti þó alltjent í upptökum á nýrri tónlist en nýja módelið ekki að gera það hins vegar hefur annað breyst í myndinni sem gerir tónlistamennum miklu meira kleift að gera þetta sjálfur og módelið orðið miklu meira þannig að tónlistamenn vinna meira upptökurnar sjálfur en fara jafnvel með þar í stúdíó til þess að hljóðblanda þær og koma þeim í endanlegt form eins og við myndumst á áðanendar hún tók fram, hún Guðný áðan að þetta eru aðra tölur sem ég tók úr þessari skýrslu Tómasar og hennar Margrétar Sigrúnar upp í háskóla að skapandi greinar atvinnuvegur sem veltir að minnst 189 milljónum króna á ári og skapar upp til 10.000 störf þetta nú bara tölur sem hægt að henda fram þetta reyndar tölur sem eru nokkuð ábyrgar en þær tölur sem þið sáðuð í vídeóinu áðan íslenska tónlist nú ekki allar svona ábyrgar skal ég segja ykkur vegna þess að það mjög erfitt að fá góða tölur. Mikið af þeim tölum sem við erum að vinna með eru svona mismiklar ágiskanir. Eitt af þeim tölum sem eru nokkuð rock solid á góru íslensku könnun sem við gerum á eyðslu erlendra gesta á Iceland Airways hátíðinni á hverju ári og hverju hún að velta og skilja eftir sig inn í kerfinu í Reykjavíkurborg og það upp undir rétt tæpir 2 milljarðar núna síðast þegar talið var og nú búið að bæta það, ég að koma að þessu ég að hlaupa undan mér Iceland Airways, hverju velti tónlistin? Iceland Airways að velta 2 milljörðum á ári hún velti miklu meira, hún að skilja þetta eftir í kerfinu og nú komnar hafa sprottuð upp hátíðir síðustu 4 árum hafa sprottuð upp 3 aðrar alþjóðlegar hátíðir á Íslandi Einn íslensk í grunninn sem heitir Secret Solstice og haldin með sumars. Hinar 2 eru erlend franchise með íslenska umboðsmenn. ATP, Keflavík og Sonar sem núna að fara að detta í gangum þannastu helgi. En þær gera báðar þetta. Þær eru báðar að draga og allar. Núna til dæmis Secret Solstice verður stór næsta sumar því að voru að tilkynna Radiohead og þá eftir að draga mikið af fólki til landsins mitt sumar. Eitt af því sem Útón gerir að hjálpa til Íslandsstofu með blaðamenn, af því við erum fagaðili í Íslandsstofu í hvað var að tónlist, þannig að Íslandsstofa biður okkur að hafa milligöngu blaðamenn hingað til landsins á tónlistarhátíðir. Hins vegar mjög erfitt á Íslandsstofu til að setja peningi að fá blaðamenn til Íslands utan á annar tíma, milli sem sagt apríl og október þá kreista blóð úr steinu að fá peningur Íslandsstofu til þess að komi blaðamenn til landsins. Þó að þetta sé að gagnast ferðamanniðnaðinum. Það bara allt að springa á þessum tíma og það þarf að endurskoða svolítið afstöðu til að bara bæta innviðina í ferðaþjónustu. Ég alltaf að æpa það að menningartengd ferðaþjónusta gífurlega góð ferðaþjónusta. En svo Iceland Airways hefur áhrif á krónuna á gengi krónunar á einni viku vegna þess að þessi ferðamenn sem koma á svona hátíðir, þetta svo góði ferðamenn. Þeir eyða svo miklum peningum og staldra svo stutt við og skýti ekki á Þingvöllum. Þeim reyndar afskaplega góður punktur. En þetta tónleikahald erlendi sem við náttúrulega farið úr böndunum svolítið líka, það náttúrulega okkur að kenna að sumu-leyti líka vegna þess að við börðum í gegn útflutningssjóð til þess að styðja við ferðastyrki. Þó svo að það sé búið að vera í gangi með góðu ferðastyrkur í mörg ár sem heitir Reykjavík Loftbrú
og sé samvinnuverkefni milli Reykjavíkurborgar og Icelandair, að það bara hefur svo margt breyst á síðustu 15 árum, 12 árum síðan sástyrkur fór á stað. Kerfið hefur svo mikið breyst, það er svo margir aðilar sem eru að fljúga til Íslands núna og svo vantaði algjörlega markaðsstyrki fyrir tónlistarverkefni á erlendri grundu. Þannig að þessi útflutningssjóður sinnir mörgum skemmtilegum verkefnum og veltan íslenskra tónlistarmanna á þessum tónleikum erlendis í áætluð kringum 5 milljarðar. Það þurfa náttúrulega ekki allir að meika það og þessi umræða meik í útlandum afskaplega villandi oft og á það til að fara alveg auðvitað í mig stóðsti vegna þess að það starf sem við erum að reyna að vinna einmitt miðar að því að hjálpa fólk að hjálpa sér sjálfu og þá til þess að nýta tónlist sem atvinnugrein en ekki endilega sem stórmeik. Það er náttúrulega ekkert verra að meika það stórt sko, það er bara vesen. Það er ákveðin vesenstuðl sem eykst eins og þessi menn hafa kvartað mikið yfir í hvað þetta er dýrt að túra svona mikið. En tekjumódelin hafa breyst, ég kem aðeins betur að því núna næst sko. En ég var að spá í líka einmitt þessu sko, hverju velti tónlist og hverju velta aðra greinar og þá var ég mynd að velta fyrir mér þessum tölum sem ég heyrði daginn sko, að Fortitude er að taka inn milljarð á Reyðarfirði eða skilja eftir sig milljarð, bara framleiðslan á Fortitude þáttunum er að skilja eftir sig milljarð á Reyðarfirði á 3 vikum. Það er ansi mikið og það er örugglega vægt áætlað, myndi ég ætla. En hins vegar tekjumódelið í tónlist hefur breyst alveg gífurlega mikið og það er eitt af því sem við erum að tækla mikið núna hjá Útón og hjálpa fólki að aðlagast þessu módeli og líka það að tónlistarfólk í dag það hugsar sér sjálft sig svo mikið í alþjóðlegu samhengi og það er ein af ástæðunum fyrir því að okkur gengur svona vel að exportera músík frá Íslandi er það að fólk bara þarf að komast út. Hér er 300.000 manna markaður og ef þú ert ung hljómsveit á Íslandi og hefur einhverja alvöru ambisjón þá ert ekki að fara að lifa á þessu markaði. Þessar sveitaballinu eru dauð, svo mikið vist. Það er líka ekki mjög skemmtilegt, en til langs tíma. Dissa sveitaballi, ég hef nú skemmt mig vel á sveitaballi mikið tíðina. En þetta er bara allt annar heimur í dag og utanum útflutning á tónlistarverkefnum þarf að taka mið af því og þessi diskasala er náttúrulega að mikið til hefur hrunið mjög mikið. Ég kem nú með tölur hérna sem ég hendi ykkur eftir þessa glæru hérna en síðan þetta hefur mikið hreyfst til. Streaming hefur tekið mikið við af diskasölu á síðast ári var það fyrsta árið sem streymi á netinu fór yfir physical sölur á tónlist og síðan hefur tónleikahald verið mikið að aukast, það er ekki bara að það hafi komið 4 stóra tónlistarhátíðir til Íslands á síðustu 4 árum heldur, eða 3 í viðbóti á Iceland Airways heldur hafa aðrar tónlistarhátíðir bætt í sig og þetta er alþjóðleg bylgja, tónlistarhátíðir sprett upp eins og gorkúlur út allan heim vegna þess að tekjumódel tónlistarmanna hefur svo mikið þurft að færast yfir á lifandi flutning að miklu leyti. Síðan er að sync. Það hefur verið gífurleg aukning á framleiðslu á myndefni í heiminum með tilkomin nýrra dreifileiða í myndefni, þá hefur aukist framleiðsla á myndefni hreinlega í heiminum og myndefni þarf mikið á tónlist að halda. Þannig að það sem við erum að kalla sync hérna er einmitt sala á íslenskri tónlist inn í hvers konar framleiðslu á myndefni og við höfum verið með verkefni í gangi í Los Angeles í nokkur ár síðan að stofan var stofnuð 2007 sem miðar að þessu að selja íslenska tónlist inn í myndefni sem er aðalega í þessu stóra mikilvæga framleiðslusvæði myndefni sem er í Los Angeles og þar í kring. Þetta er verkefni sem byrjar á kontaktum í gegnum Sigurjón Sighvats og þróast á skemmtilegan hátt síðan út frá því. En við erum að teka þetta reyndar á annar level núna og erum að búa til
nýja veitu sem kemur til með að díla beint við tónlistastjóra sem kaupa tónlist í myndefni. En þetta er orðið gífurlega stór hluti af tekjumódeli tónlistamanna nú orðið. Síðan erum við með fræðsluefni mikið fyrir tónlistamenn og fólk sem að vinna í umboðsmennsku vegna þess að við erum að leggja svolítið áherslu á það að þroska og þróa þetta stig í íslensku íslenska tónlistarsamfélaginu sem við köllum umboðsmenn, og það er mjög vaxandi grein núna vegna þess að það er runni bara viðskiptastjórar tónlistarverkefna, og með þessari þróun sem hefur verið að gerast og við erum að reyna að hjálpa tónlistamennum að hjálpa sér með að búa til betra viðskiptaumhverfi utan verkefni sín, að þá höfum við verið að þróa umboðsmenn eða hjálpa umboðsmennum að þróa sitt kraft, vegna þess að það er erfitt að kenna þetta í skóla. Þetta er mjög svona strítvinna í rauninni, hún gengur út á tengslamyndun sem þarf að fara fram af mjög svona miklu innsæi og þó nokkrum einbeittum brotavilja gagnvart verkefnunum, en þess vegna höfum við verið að senda fólk við vorum í 3 ár með verkefni þar sem við sendum tilvonandi umboðsmenn eða unga umboðsmenn í starfsnám hjá öðrum umboðsmönnum og öðrum umboðsfyrirtækjum erlendis. Og við höfum náð að koma heilmikilli reynslu inn í íslenska tónlistargeirann með þessu móti. Tvö síðustu, er ég að falla á tíma eða ekki? Ok. 2 síðustu útflutningsverkefnin okkar eru mitt með umboðsmenn sem eru staddir á Íslandi, og þetta hljóma kannski ekki mjög merkilegt fyrir ykkur, en þetta er mjög mikilvægt gagnvart íslenska tónlistargeiranum og sérstaklega viðskiptahliðin á honum, vegna þess að ekki bara erum við að þróa þessa hlið tónlistargeirans hérna utanum verkefnin, heldur erum við líka að halda meiri business í landinu og fá að þessu betri skattekjur og utanumhald. Ég ætla ekki að fara ég fara að tala mikið, ég er reyndar með nokkrar glærur í viðbót sem ég ætla nú reyndar að sleppa, en ég ætla bara að enda á því að í rauninni þá erum við að fókusera mikið á þessi betri viðskiptamódel í kringum þetta viðkvæma umhverfi sem er hérna, og ég segi viðkvæma, ég vil nú ekki kannski minna þessi viðkvæmt, en það er reyndar mjög skemmtilegt tónlistarumhverfi á Íslandi vegna þess að Íslendingar eru þekktir fyrir að hafa svona mátulega lítir í gard fyrir lögum og reglum á köflum, sérstaklega slæmt ef maður í bankabransanum, en miklu betra ef maður er í kreatífa geiranum, tala nú ekki í tónlist, vegna þess að við erum þekkt fyrir það að vera mjög duglega að blanda saman straumum og stefnum og kokka upp ykkur nýjar uppskriftir sem séu óvenjulegar, og það er stór hluti af því sem gerir íslenska tónlist að mjög sterku vörumerki í dag sem við erum að vinna með á erlendum mörkuðum. Ég held ég láti þetta bara gott heita sinni. Takk fyrir.